Silfrið. Hún kemur til mín á eftir ráðherra ferðamála, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, og við ætlum að fara aðeins yfir ferðamanna þjónustuna og stöðuna núna í byrjun sumars þegar hápunktinum verður náð þessa ferðamanna ári. Síðan kemur til mín Silja Bára Ómarsdóttir, aðjúnkt í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands, og við ætlum að fara aðeins yfir stöðuna í bandarískum stjórnmálum, mikið að gerast þar, en við byrjum hérna á vettvangi dagsins, venju samkvæmt. Við erum komið til mín Lilja Dögg Alfreðsdóttir, varaformaður Framsóknarflokksins, Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda, Birgir Ármannsson, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins, og Helga Vala Helgadóttir, lögmaður. Velkomin öll. Takk fyrir það. Þetta nú verið svona ágætis fréttavika. Við ætlum að byrja aðeins á Framsóknarflokknum. Lilja, þið voru með miðstjórnarfund í gær, þar sem að þú lýstir fundinum sem átakafundi, og það gekk reynilega ýmislegt á þarna. Það var ákveðið að flýta flokksfundi sem að kýs meðal annars forystu flokksins fram í janúar. Við byrja bara hver í rauninni rót þessa vanda? Af hverju eru Framsóknarmenn að deila? Ég ætla nú að fá kannski að byrja þáttinn á því að óska Vilborg og Örnu til hamingju með það að vera fyrst kvenna að ná á topp Everest. Og það er búið að vera alveg, íslenskra kvenna. Það er alveg frábært að fylgjast með henni, þvílík þrautseigja, og við höfum alltaf fylgst með henni öll þjóðin þegar hún reyndi einu sinni áður, en svo kemur hún aftur og nær upp á toppinn, fyrst íslenskra kvenna, og mér finnst þetta alveg ótrúlegt afrek og gaman að fylgjast með því. Aldrei gefast upp. Aldrei að gefast upp. Eins og þjóðin veit, þá var skipt forystu 5 vikur fyrir síðustu alþingiskosningar, og það voru kosningarna voru svona 50-50, og það tekur alltaf ákveðin tíma fyrir stjórnmálaflokk þegar svona aðstæður koma upp að vinna sig úr því, og þessi miðstjórnarfundur var liður í því, og menn skiptust á skoðunum, og mér fannst þetta svona fyrsti stjórnmálafundurinn sem ég sitt, þar sem hefur verið að ræða innri mál flokksins, og það er farið yfir þetta bara mjög gaumgæfilega. Fólk var mjög tilbúið til að segja nákvæmlega hvernig bara því líður og hvernig næstu skref eru fram á við. En það sem kannski skiptir mestu máli að það kom þarna miðlunar tillaga það að flýta næsta flokksþingi, og það verður þá í janúar. En það er hins vegar ákvörðun miðstjórnar, haustfundar miðstjórnar Framsóknarflokksins að ákveða það, en það var ákveðið á þessum fundi að beina því til hennar að næsta flokksþing yrði í janúar. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, fyrrverandi formaður, hann talaði að það væri ekki búið að gera upp þennan fund sem þú vísaði til áðan, þar sem að ný forysta var kjörin, og Sigurður Ingi, núverandi formaður, kallaði eftir meiri samstöðu. Er þetta ekki bara persónu ágreiningur þar sem að augljóslega þessir 2 menn þurfa að setjast niður og gera upp þessi mál? Ég meina, það sem mér fannst vera mjög jákvætt að þarna var fullu salur af Framsóknarfólki, mjög góð mæting, mikill hugur í Framsóknarmönnum, og þeir voru tilbúnir þarna í lokin til þess að sættast það hver var næstu skref, og það er það sem ég tek út úr þessum fundi. Þetta er 100 ára gamall flokkur, og í minni ræðu fór ég svolítið við söguna, hvað sameinar okkur og hver eru næstu verkefni, og stóra verkefni flokks sem í stjórnarandstöðu eru þetta að veita ríkisstjórninni gott aðhald, og það má ekki gleyma því að þingflokkurinn okkar, hann hefur verið mjög duglegur í stjórnarandstöðu. Við erum búin að koma með mjög margar áhugaverðar þingsályktunartillögur, við erum búin að leggjast alfarið gegn því til að mynda að Landsvirkjun verði einkavædd, við viljum fá frekari upplýsingar sölun á Arion banka, hvers vegna menn sýna ekki frekar á spilin, af hverju forkaupsréttinu var ekki nýttur þegar munaði svona litlu á verðinu og annað slíkt. Þannig að ég segi okkar verkefni er að sinna þinginu, veita ríkisstjórninni gott aðhald. Það er ákveðið stefnuleysi þar, eins og ég hef rætt varðandi framtíðarsýn heilbrigðismál, menntamál og annað slíkt, og þar eigum við að vera. Ólafur, þú hefur náttúrulega fylgst lengi með stjórnmálunum hérna gegnum fjölmiðlana og störf þín í fjölmiðlum. Hvernig snýr þetta við þér? Er þetta að lægja þessar öldur eitthvað? Maður fékk kannski takmarkaða fréttir af því í rauninni hvað var tekist á þessum fundi Framsóknarmanna. Ég skil það svo að einhver hluti af flokknum sé náttúrulega mjög óhress með það bara að hann hafi ekki náð þessu strik í skoðanakönnunum og fylgir sér ekki eins og það ætti að vera. En ég held að Framsóknarflokkurinn hafi í rauninni lengi verið að leita sér aftur að sinni sín og sérstöðu. Halldór Ásgrímsson reyndi í kringum aldamót að gera hana svona Evrópusinnu þéttbýlisflokki,
það var það ekki, eins og við vitum. Sigmundur Davíð stillt honum auðvitað upp sko, sem svona ákveðni brjóstvörn gegn hinu vonda alþjóðlega fjármálakerfi. Svo fór það svolítið út þúfur þegar kom í ljós að ráðherrann og flokksformaðurinn og fjölskyldans notuðu hið alþjóðlega vonda fjármálakerfi til að gefa með peningana sína. En það er önnur saga. Svo hafa verið stigin svona pínlítið skrítin hliðarspor af því að virðist til að afla fylgis eins og þetta daður við útlendinga anduð fyrir borgarstjórnarkosningarnar í Reykjavík nú síðast. Ég hefði á tilfinningunni að framsóknarmenn séu ekki alveg búin að finna fjölina sína aftur. Viti ekki alveg nákvæmlega hvert þeirra erindi og sérstaða sé. Ég held ég verða aðeins að bregðast við þessu. Ég held við verðum svolítið að líta bara á árangur Framsóknarflokksins eins og í síðustu ríkisstjórn. Ég get fullyrt það hér, ef Framsóknarflokkurinn hefði ekki verið í þeirri ríkisstjórn, þá hefði það aldrei náð þessum árangri varðar þrotabú hinna föllnu banka. Við teiknum upp leiðina, við settum upp stöðugleikaskilyrðin, við áttum okkur á því að við getum ekki haldið áfram ef greiðslujöfnuð þjóðarbúsins er ekki sjálfbær. Við settum upp stöðugleikaskatt og við náðum þessari niðurstöðu. Þannig allt talum það að við séum ekki búin að finna fjöluna. Það er auðvitað að finna fjöluna að vilja skýra sínvarandi það hvert Ísland stefnir. Eitt af því sem ég hef talað fyrir er að mér finnst mjög bagalegt að við ætlum ekki að sinna háskólanum með þeim hætti sem okkur vera ber, háskólastiginu. Það er alveg ljóst. Ef við sinnum því ekki, þá verðum við ekki undirbúin undir hérna svokölluðu fjórðu iðnbyltingu sem gengur öll út á tækniframfari. Framsóknarflokkurinn, hann er til dæmis sá flokkur sem setti þessa stofnun á laggirnar á sínum tíma. Hann er sá flokkur sem barist fyrir því að landhelgin yrði stækkuð. Þannig að hann er auðvitað búin að gera alveg óbúslega flotta hluti og merka hluti í sinni 100 ára sögu. Ég held að Ólafur geti svo sem alveg viðurkennt það. En auðvitað er þetta þannig í sambandi við stjórnmálaflokka. Menn eru auðvitað alltaf að þróast og taka ákveðin svona framfara skref og það hefur við svo sannarlega verið að gera. Birgir, sko, fylgi ríkisstjórnarinnar undir ykkar forsæti í Sjálfstæðisflokknum hefur mælst svona tiltölulega lágt alveg frá því tók við og það hefur farið lækkandi. Sko, fagnið þið því að það sé erfitt hjá þessum stjórnarandstöðuflokkum? Það er náttúrulega, Framsókn er ekki eina dæmi, það virðist vera eitthvað krísa í gangi á Pírötum sem að skiptum þingflokksformann á svona nokkuð dramatískan hátt í þessari viku? Nei, það er engin þórðargleði hjá okkur út af þessu. Það auðvitað bara lýsir kannski stjórnmálaástandinu í landinu að það er ennþá töluvert sko uppnám á hinum pólitíska vettvangi svona almennt. Og það held ég að birtist meðal annars í fylgistölum ríkisstjórnarinnar en það birtist líka í því að stjórnarandstaðan hefur bæði átt erfitt með að stilla sig saman innan flokka og milli flokka. Og við auðvitað vitum það að við erum nýkomin út úr kosningum, nýkomin út úr stjórnarmyndunarviðræðum þar sem engir augljósi kostir voru á borðinu. Þannig að það var auðvitað gefið að í upphafi þessa kjörtímabils yrðu hlutirnir dálítið flóknari heldur en ella. Varðandi Framsóknarflokkinn sérstaklega þá tala ég nú hann frekar að velvild vegna þess að megniði mínu stjórnmálaferli hef ég litið á Framsóknarmenn sem samstarfsmenn frekar en andstæðinga. Þannig að maður þekkir auðvitað persónur og leikendur og kosti þeirra og galla eins og maður segir en ég nálgast þetta velvild en ég held að það sé alveg rétt sem Lilja segir hér að eftir erfið flokksþing þar sem tekist á forystu hlutverk þá tekur auðvitað ákveðinn tíma að ná jafnvægi. Það sem hins vegar mér finnst kannski óvenjulegt núna hjá Framsóknarflokknum miðað við það sem maður hefur séð áður er það að það virðist ekkert lát vera á ágreiningnum og deilunum og ákvörðunin sem virðist hafa verið tekin á miðstjórnarfundinum í gær það að hafa flokksþing ekki seinna en í janúar gerir það að verkum að flokkurinn er auðvitað að fara inn í 7 mánaða tímabil í viðbót þar sem sko menn munu væntanlega eins og ég horfi á þetta utanfrá takast á og það er auðvitað sársauκafullt fyrir hvaða flokk sem er. Það er auðvitað sársauκafullt og erfitt. Sennilega verða þeir að gera það með einhverjum hætti en ég held að þessi ekki hægt að gera lítið úr því að það er erfitt og við auðvitað höfum dæmi það á síðustu árum úr öllum flokkum að það hafa komið upp átök og þau hafa gróið misjafnlega hratt. Samfylkingin lenti í þeirri stöðu að í raun og veru eyða sjálfri sér í innbyrðis deilum og ég segi Framsóknarflokksins vegna þá vona ég að menn lendi ekki í sömu stöðu þar. Já. Og það var í raun og veru svolítið niðurstaðan þarna í gær að það er skýrt nákvæmlega hverjar næstu dagsetningar eru
og það að hafa náð í raun og veru þessari miðlunar, öll miðstjórnin, hún var sammála þessa miðlunartillögu og það líka svona vísir að því að Framsóknarmönnum þeim mjög annt flokkinn sinn og þeir átta sig alveg á því eins og Birgir að nefna að þetta auðvitað getur verið mjög strembið að fara í gegnum svona tímabil og allir voru meðvitaðir það. En eins og ég segi... Þetta náttúrulega rétt eins sem að hann segir, sko, þeir að fara þarna í þá 7 mánuði núna, það sem er augljóst að það er mikil kergja, einhverjum aðilum gengur mjög illa að vinna saman. Ég meina, akkur þetta ekki tekið bara í haust? Miðstjórnarfundurinn, það verður haustfundur og hann þarf að taka ákvörðun flokksþingið. Ég held hins vegar að þó að staða flokksins í skoðanakönnunum, við höfum verið að mælast í kringum 11-12%. Það samt sem áður þokkalegur árangur, við vorum á því reiki fyrir ekkert svo löngum tíma síðan. Þannig að menn verða líka svolítið að fara yfir það að þingflokkurinn, hann hefur verið að standa sig vel og ég líka sannfærð það að tölunar þær eiga eftir að hækka vegna þess að ég bara tel að við séum í þannig málflutningi. En það sem gott að menn eru búin að taka þessa ákvörðun og það svona, þú veist, maður fekk mjög góða tilfinningu fyrir því hvar flokkurinn stattur þarna í gær og mér fannst svona allir löpuðu svona þarna svolítið út inn í sólina og sumarið og menn eru svona að hugsa sinn gang og ég held að það muni allt bara farnast mjög vel. Helga Vala, hvernig blasir þetta við þér? Það er bullandi góðæri, samt ríkisstjórnin óvinsæl og erfitt hjá nokkrum stjórnarandstöðuflokkum. Kannski að maður byrji bara á þessum framsóknarvinkli, þá þetta frábært að Lilja sjáu þetta þannig að allir gangi út í sólina og séu samstíga en það hljómaði nú ekki fyrir okkur hérna sem að horfum á þetta. Það virðist vera með fyrrverandi formann flokksins, Sigmund Davíð, eins og suma aðra leikendur í svona stórum málum undanfarin ár að það skortir ákveðna auðmýkt. Það bara ár síðan að hann opinberaði sig fyrir alheiminum í vindrismálinu og það auðvitað, mér finnst það sérstakt að hann skuli ekki átta sig á veikleika sínum sem leiðtogi í stjórnmálum. Mér finnst það sýnir okkur ákveðin bara skort á innsæi í raunveruleikann að mínum mati. Hann lemstraður, alveg sama þó að hann sé með einhverja jábræður í kringum sig. Ég heyrði Sigurð Inga, formann vera í viðtali hjá Óðni Jónssoni á Rás 1 í vikunni fyrir þennan fund og ég svona verð að segja, ég dáðist að því hvað hann mikill diplómat. Hann var virkilega að leggja sér fram að mýkja ástandið eins og maður heyrir svo sem að Lilja gerir líka. En það er þarna fíll í postulínsbúðinni sem að vill ekki mýkja ástandið. Hann vill halda öllu upp í loft og þarna svona kannski sér maður erfiðleika af því að vera í stjórnmálaflokki. Því það eru alltaf eða oft einhverju svona einstaklingar. Það þarf bara einhvern einn til þess að gera allt vitlaust. Og þetta auðvitað svona pólitíkinni, stendur pólitíkinni fyrir þrifum. Af því að sumir hafa gaman af svona leik, svona baráttu, svona boxi, á meðan að aðrir bara nenn ekki þessu stríði, þessu opbóðslega persónulega, þessari heift og þess áttar. Þetta þekkist í öllum flokkum og svona sumir þrífast vel á þessu, en aðrir bara flýja og ég get ekki staðið í þessu. En varðandi svo kannski ríkisstjórnina og hversu óvinsæl hún þá hún auðvitað sögulega hún ótrúlega óvinsæl og hefur verið bara frá því að hún var kosin og maður svona veltiði fyrir sig að því að nú til dæmis forsætisráðherrann nú svona frekar bara duglegur maður hefði maður haldið en einhvern veginn það voða lítið gaman þarna, það voða lítið að blómstra, svona fyrir mig sem leikkonu líka þá svona finnst mér einhvern veginn svo sýningin, hún er ekki alveg að ná neinu flugi, þannig að ég ekki viss sem ég myndi gefa henni margar stjörnur. Það bara hann. Ég kannski fæ aðeins að bregðast við þessu. Þetta skiptir, þetta alveg rétt sem Helga Vala segja að þetta getur verið þegar svona ástand innan flokks, en það sem ég finnst eiginlega mestu máli skipta eftir þessa helgi það að Framsóknarmenn hittust, það var fullt hús, það var mikill hugur í mönnum og mönnum mjög annt flokkinn sinn og mér fannst það vera mjög flott hvernig við fórum í þessa ákvarðanatöku og voru búin að vera miklar umræður, menn segja, sumir vilja hafa þetta aðeins fyrir, sumir vilja hafa þetta aðeins seinna, við finnum ákveðna málamiðlun og það auðvitað svolítið líka svolítið kjarninn í Framsóknarmönnunum, hann vill leita lausna, finna leiðir og
við erum mjög flinki í því að leysa verkefni og koma með lausnir og það er nákvæmlega það sem gerðist hjá okkur í gær og þess vegna er ég svolítið bjartsýn og svo er það bara þannig að veðrið er bara svo rosalega gott að ég get ekki horft fram hjá því líka sko Helga Vala. Ég verð að skjóta einu samt að fyrir áhugamönnum stjórnmál utan þings og innan og utan fjölmiðla og innan að þá eru þetta áhugavert að heyra hvernig okkar ágæti félagi hér í settinu Lilja Alfreðsdóttir hefur brugðist spurningum það hvort hún getur hugsað sér að fara í formannsframboð. Ég ætlaði einmitt að yfirgefa Framsóknarflokkinn á því að spyrja því. Þú hefur sagt að Lilja að þú hefur ekki tekið ákvörðun hvort þú vilji gefa kost á þér í formannsætið. Kemur þetta greina? Ég bara tel þess ekki tímabært á þessum tímapunkti vegna þess að til dæmis vika í pólitík er mjög langur tími þegar búið að ákveða flokksþingi verði í janúar og það sem að gera auðvitað þegar maður kemur inn í stjórnmálum, maður er auðvitað að kanna sinn stuðning, kanna sitt bakland, hvernig lítur þetta allt út. Ég fekk mjög góðan stuðning í það að vera varaformaður flokksins og nýtt traust hvað það varðar en svo eigum við eftir að, svo ég bara eftir að fara yfir það og kanna hver mín staða er innan flokksins. Og þannig að það er bara ekki tímabært að segja nokkuð það. Það er forystað í flokknum og eins og ég segi og búin að ítreka og ég held að við höfum sýnt hann á þingi, þingflokkurinn er að standa sig vel og ég er samfærð það og við höfum verið að gera það. Við erum flokkurinn sem eru búin að vera að setja málun á dagskrá, varðandi Arion banka, Landsvirkjun og annað slíkt. Þannig að þess vegna er ég líka bjartsýn. Ég ætla að fara aðeins yfir í þingstörfin. Sko, samkvæmt starfsáætlunin eru 10 dagar eftir þinginu og í þingfrestun og það er svo sem sama gamla sagan, það verður nú líklega eitthvað aðeins lengur en það. Sko Birgir, þið í ríkisstjórnarflokkum leggið náttúrulega mest áherslu á þessa fjármálaáætlun og það kom svo nokkuð óvænt útspil í vikunni frá meirihluta fjárlaganefndar. Hún leggur til að boðuð hækkun virðisaukaskatts á ferðaþjónustu verði frestað og vilja láta skoða álagningu komugjalda. Já, ég held að sko við erum auðvitað í þeirri óvenjulegu stöðu eða ef við horfum til fortíðar að vera að ræða þessi mál framtíðar fyrirkomulagi fjármálum ríkisins með meiri fyrirvara heldur en við erum vön að gera og fjármálaáætlunin núna hún auðvitað hefur fengið mikla umfjöllun í þinginu og umfjöllun í þjóðfélaginu og það er auðvitað eðlilegt að meirihluti fjárlaganefndar í sínu áliti bregðist með einhverjum hætti við þeim sjónarmiðum sem þar koma fram. Nú stóð aldrei til að á þessu vori yrði endanleg ákvörðun tekin útfærslu virðisaukaskattsbreytingana. Það er mál sem þarf að fara í sérstakan farveg. En það sem meirihluti fjárlaganefndar nefnir í sínu nefndaráliti er það í raun og veru að þessi tímasetning sem upphaflega var í tillögu fjármálaráðherra að hún sé ekki raunhæf eða sem sagt menn íta í raun og veru þannig á það að sú dagsetning mun ekki standa og menn eru líka í raun og veru að opna það að það verði aðeins meira handrými til þess að fara yfir þau sjónarmið og rök með og móti sem fyrir liggja hvað varðar þetta sérstaka atriði í fjármálaáætluninni sem raunar er, hvað ég að segja, í heildarsamhenginu ekki stórt atriði þegar horft til fjármálaáætlunar í heild sko. Og það er alveg rétt sem þú segir að fyrir ríkisstjórnina skiptir mestu máli að ljúka þessari fjármálaáætlun fyrir vorið bara þannig að hvað ég að segja, það ferli sem hefur verið sett upp varðandi breytt fyrirkomulag fjárlagagerðar og opinber fjármál ríkisins standi. Þannig að við afgreiðum fjármálaáætlun að vori, förum svo í fjárlagaumræðu að hausti sem byggir á þeim megindráttum sem fjármálaáætlunin gerir ráð fyrir. Síðan næsta vetur förum við í að vinna fjármálaáætlun að nýju vegna þess að það er gert ráð fyrir að hún sé endurnýjuð árlega. Og auðvitað skiptir máli fyrir ríkisstjórnina á sínu fyrsta starfsári að ná þessum áfanga fyrir þinglok. Síðan eru auðvitað fjöldamörg stjórnarfrumvörp og önnur frumvörp í gangi í þinginu sem á eftir að afgreiða og það er í raun og veru bara verkefni næstu daga að finna út úr því hvað raunhæft er að gera í þeim efnum. Eins og venjulega þá eru menn að velta fyrir sér málum sem út af dagsetningum eða einhverjum tímafrestum eru nauðsynleg. Menn eru líka að velta fyrir sér einhverjum málum sem sko efnislega skiptir máli að klára. En þetta er hins vegar, eins og maður segir, þetta er svona verkefni sem við þurfum að vinna úr á næstu dögum. Fjármálaáætlunin hefur hins vegar bara, þannig að ég segi það hér,
sett sko svona hið hefðbundna starf nefnda þingsins svolítið í uppnám. Þannig að þeim hefur ekki orðið jafn mikið ágengt í afgreiðslu mála eins og kannski hefði ella orðið vegna þess að það fór bara lunginn af apríl fór í fjármálaáætlunina í raun og veru í öllum nefndum. Og til að læra inn að þetta Já, skipulag. við erum að takast á við ný vinnubrögð og vonandi skila þau góðum árangri, en þetta auðvitað gerir það verkum að vorið núna er kannski ekki alveg sambarilegt við venjulegt vor í þinginu. Nei, Ólafur, mér langar að spyrja þig, sko, fólk er náttúrulega almennt mjög óþreyjufullt vegna sko ástandsins í ferðamannamálum hérna og ég fæ náttúrulega ráðherratíminn á eftir, sko, Nú ert þú talsmaður ákveðina hagsmunasamtaka. Hefurðu sko svona samúð og skilning á afstöðu talsmanna ferðaþjónustunnar? Akkvart virðisaukaskattshækkuninni? Já, þau eru náttúrulega ósátt við þetta og finnst þetta að gerast á hratt og... Sko, já, sérstaklega varandi tímaramann. Það að segja að það er, við vitum að vinnubröðin eru þannig í ferðaþjónustu að ferðir eru seldar langt fram í tíman og það er erfitt þegar búið að gefa upp eitthvað ákveðið verð að síðan sé forsendunum kippt undan í rauninni allir þeirri áætlanagerð, þannig að ég skil þann punkt mjög vel. Hitt er svo annað mál að ég held að það sé betra fyrir ferðaþjónustuna að búa við einfalt skattkerfi, að hún sé bara á sama virðisaukaskattsstigi og aðrar atvinnugreinar í landinu, heldur en að það sé verið að setja á hann einhverja sérstaka skatta. Ég held að það kunni ekki góður líku að stýra. Nei, komugjöld og gistináttagjald og mín hagsmunasamtök hafa nú mótað þá stefnu að það eigi bara stefna hér að einu virðisaukaskattsstigi og það þó að mörg fyrirtæki í félagi atvinnurekenda sé að selja vörur á lága vaskstiginu sko. Það er einfaldlega hagsmunir alls atvinnulífs og almennings held ég að á endanum stefnum við hér á eitt skattstig í virðisaukaskatti. En aðeins út af ríkisfjármálaáætlunina því hún nefndir hana og ef við setjum það þessi samhengi við sko umræðana vinsældir ríkisstjórnarinnar. Ég held að í rauninni hefði hvaða ríkisstjórn sem er lent á erfiðum punkti núna. Sko þetta eru ný vinnubrögð. Nýju lögin opinber fjármál eru alveg stórmerkileg nýjung í rauninni. Þau búa til alveg nýja umgjörð og nýjan aga í kringum fjárlagagerð og fjármál hins opinbera. Langtíma hugsun. Og stjórnmálamenn eiga ekki að geta leyft sér það ábyrgðarleysi í ríkisfjármálum sem til dæmis viðgekkst hér á árunum fyrir hrun. Það voru gefin að mörgleiti allt of örlát loforð í kosningabaráttunni. Það eru óskaplega margir út allt. Það er búið að lofa peningum í velferðarkerfið, í framhaldsskólana, í háskólana og svo framvegis. Svo eru þeir peningar ósköp einfaldlega ekki til þó að þessi góðar í landinu. Ríkisstjórnin neyðist til að sýna ábyrgð, vinna þessa vinnu eins og á að vinna hana, setja peninga til hliðar til að greiða niður skuldir ríkisins sem er mikið hagsmunamál okkar allra og ekki síst barnan okkar þegar til lengri tíma er litið. Það er bara einfaldlega ekki hægt að baða sig í ljóma þess að ausa út peningum í krafti kosningaloforðanna. Þannig að ég held að í rauninni hvaða ríkisstjórn sem hefði upplifað svolítið bakslag verandi í rauninni komin í fjárlagavinnu miklu fyrr en ella. Og lítið svona kannski beinna árangur af svona einstökum frumvörpum sem verið að samþykkja. Lilja. Ég ætla aðeins að nefna þetta varðandi niðurstöðu fjárlaganefndar. Hún er áfall fyrir fjármála- og efnahagsráðherra. Ég fagnaði hins vegar að menn séu að endurskoða tímasetninguna á þessu. Ég er sammála Ólafi og sammála Birgi hvað það varðar að hún var líklega ekki heppileg, en nú þurfa menn þá að hugsa svolítið hratt vegna þess að það þarf og ég er sammála Ólafi, við þurfum auðvitað að sýna algjöra ábyrgð og festu varðar ríkisfjármálin, en nú þarf að finna það fjármagn sem vantar upp á því að einhvern veginn reiknast mér það til að vera að fresta þessu, þá þurfum við að leita annara bjarga. Ég er ekki sammála hins vegar Ólafi hvað það varðar að ferðaþjónustan er útflutningsgrein. Það hefur orðið stór breyting á þjónustujöfnuði þjóðarbúsins vegna þess að þarna koma gjaldeyristekjurnar okkar í dag, við erum í mínus annars staðar, þannig að við þurfum að huga að samkeppnishæfni ferðaþjónustunar. Þannig að við höfum frekar verið að tala fyrir komugjöldum sem gæti þá líka verið svona ákveðin stýring og ég sé að fjárlaganefnd og ég fagna því að hún sé að taka tillit til þeirra hugmynda. Og ég vil líka segja vegna þess að það sem ég finnst gott við þetta ferli er að þingnefndir, þær eru svolítið að koma sterkar inn. Þær fara yfir máli, þær skoða hvaða athugasemdir eru að koma og eru tilbúna til þess að taka þá ákveðna forystu í málinu eins og fjárlaganefnd er að gera og mér finnst það gott.
Helga Vala, mér langar að segja, sko, það er ekki bara þessi hækkun á virðisaukaskatti sem að meiri hluti fjárlaganefndar vill skoða betur, hún er líka leggja til að kannað verið kostið þess að eignir ríkisins og Keflavíkurflugvelli verði seldar. Hvernig slær þessi til að þig? Já, ég hef ekkert heyrt neitt óp frá ferðaþjónustunni varðandi þetta, en þarna til dæmis alveg skýrt merki að þarna yrði hækkun á allri þjónustu. Það liggur alveg ljóst við að ef að þessi kæmi einhver kaupandi þarna að sem að myndi kaupa þá Keflavíkurflugvöll, hann myndi væntanlega gera það í hagnaðarskyni og þá hækka kostnaði sem myndi fara beint út í verðlag á lendingar, sköttum og þjónustu og öllu sem að þar er. Það er alveg fyrir sér, þannig að mér finnst nú skrítið að ferðaþjónustan skuli ekki hrópa upp yfir sig yfir þessari hugmynd. Varðandi sko virðisaukann, þá finnst mér finnst skrítið að hlusta á það ramakvein sem að er þar í ferðaþjónustunni vegna þess að það eru ákvæði í samningum þegar maður kaupir sér ferðir eða annað hvar sem er í heiminum, þá er alltaf þetta ákvæði, þetta verður miðast við óbreytt skatt ástand og við ég myndi halda að þetta væri líka bara gott fyrir ferðaþjónustuna að geta þá líka bara nota skattin á móti og allt þess að mér finnst eðlilegt að þessi þjónusta sem er í svona miklum uppgangi sé bara með sama virðisaukaskattskerfi og aðrir. Aðeins varðandi fjármála og þá áætlun alla. Auðvitað þarf að gæta aðhalds í ríkisrekstri þegar að ástandið er svona gott og allt það. En ég vil samt benda á það að heilbrigðiskerfið það er algjörlega fjársvelt. Skólakerfið er algjörlega fjársvelt. Það sem að ég vinn við dagstaglega eins og til dæmis sýslumannsembættin, það er algjör katastrófa á sýslumannsembættunum á höfuðborgarsvæðinu, það er fjársvelti þar. Það sko vantar svo rosalega starfsfólk þar að fólk er að bugast undan vinnuálagi. Lögreglan allt land og ákæruvaldið það er svo mikið vinnuálag að fólk er þar að fara líka í langtíma veikindaleyfi. Þetta eru innviðirnir okkar og svona eru við að hugsa þá þegar við erum í blússandi góðæri. Þegar við erum í kreppu, eins og var hérna eftir hrun, þá gátu allir skilið það að það væri ekki hægt að moka peningum í þessu hluti. Núna er önnur staða og þá ætlum við líka að fara að segja að við höfum ekki efni á að halda uppi þessar grunnþjónustu. Þetta er pólitík sem ég skil ekki. Ég skil þetta ekki. En kannski aðeins að koma að þessu varðandi virðisaukann, það sem ég finnst vera skrítið í þessu er að það var fyrst að hækka, svo til þess að lækka. Þannig að netto ávinningurinn af þessari aðgerð, hann er ekkert svo gríðarlega mikill, hvort hann séu 3 eða 4 milljarðar. Þannig að sko það verður að vera svona ákveðin skýrleiki í því þegar við erum að breyta skattkerfinu. Þess vegna hef ég talað fyrir því að það væri skynsamlegra að setja á komugjöld sem getur að vera ákveðin stýring og þau virka líka þannig að þú getur haft þau jafnvel hærri þegar í júní og júlí þegar opbóðsleg eftirspurn eftir því að koma til landsins og lækka þau svo kannski í janúar og febrúar og þetta þarf ekki að vera það mikið en við getum náð kannski hærri fjárhæð með þessari einföldu aðgerð því að mér finnst vanta skýrleikan í því hvað við ætlum að gera í skattkerfinu og þar þarf að vera langtíma hugsun og fyrirsjáanleiki. En þá líka þetta með þetta city-tax eða borgarskatt, mér finnst það til dæmis eitthvað sem við ættum að koma á núna. Já, og ég líka það borgar maður með glöðu geði víða heim. Ég vildi bara skjóta í sambandi við virðisaukaskattina, þá magum við ekki gleyma því að þegar að tillagan kom fram í fjármálaáætlun að fara upp með virðisaukaskattinn á ferðaþjónustuna eða tiltekna hluta ferðaþjónustuna reyndar, þetta er ekki öll ferðaþjónustan sem það er undir, að þá fylgdu líka með, eins og kannski Lilja kom inn á hérna ráðagerðir það að fara með almenna þrepið lægra og það er auðvitað markmið sem kannski rímar svolítið við einmitt það sem Ólafur Stephensen var að segja hér áðan varandi það að fara í eitt almennt þrep sem gæti þá verið töluvert lægra heldur en efra þrepið er í dag. Í dag er það þannig auðvitað að megnið af vöru og þjónustu er selt í efra þrepinu og fyrir sko lífskjörin í landinu held ég að það geti skipt ansi miklu máli að ná efra þrepinu niður
og ef það gert með samræmingu þá það sko framtíðarmarkmið sem ég held að sé sko mikilvægt að vinna að. En þessi tillagagerðin reyndar ekki ráð fyrir því að ganga alla leið í því sambandi, en ég held að við megum ekki kannski missa sjónar af því að það getur verið æskilegt markmið í sjálfu sér þegar við horfum lengra fram í tímann. Já, svo skulum við heldur ekki gleyma því að það ákveðið hagsmunamál ferðaþjónustunnar að það sé lágt almennt virðisaukaskattstig. Þegar ferðamenn versla náttúrulega mikið. En ég myndi halda að það væri líka ákveðið hagsmunamál fyrir ferðaþjónustuna að vera ekki að verðleggja sig svona brjálæðislega hátt. Það auðvitað líka. En svo megum við heldur ekki gleyma því að það auðvitað miklar áskoranir fyrir okkar útflutningsgreinar eins og staðan í dag. Ég meina við höfum séð hvernig gengi hefur að þróast og það maí akkúrat núna, þannig að það alveg opboðslegt innflæði á leiðinni inn á markaðinn. Það verður stærsta áskorun ferðaþjónustunnar og annarra útflutningsgreina nákvæmlega hver staða krónunnar vegna þess að samkeppnishæfni þessara greina eru að dvína mjög mikið og við þurfum svolítið að hugsa þetta sem samfélag. Hvernig ætlum við að hafa þetta vegna þess að ruðningsáhrifin frá ferðaþjónustunni á aðra greinar eins og til að mynda nýsköpun og hugverkaiðnaðinn og annað slíkt, þau eru umtalsverð og þetta eitthvað samtal sem ég myndi alveg vilja sjá okkur í stjórnmálunum og okkur sem samfélag, hvernig atvinnu gerðu viljum við hafa, því að þetta allt sem gerist svolítið hjá okkur stundum svolítið svona sjálfkrafa, það rosalega þróttur í samfélaginu og í atvinnulífinu, en hliðarverkanir af þessu, til að mynda eins og hvar krónan stödd núna, þetta stórt mál. Ég ætla að fá... Ég má skjóta við það sem Lilja sagði, þá það alveg rétt að við þurfum að horfa á starfsskilyrði atvinnulífsins með framtíðarsýn í huga. Ég er ekki ásaka Lilju að hafa haldið fram því sjónarmiði, en ég held hins vegar að við stjórnmálamenn eigum að fara svolítið varlega í það að ætla að velja þær atvinnugreinar sem á að hlaða undir. Ég held að við stjórnmálamenn erum ekkert endilega bestu aðilarnir til þess að velja út hvort við ætlum að leggja áherslu á þetta eða hitt, en aðalatriðið að það séu góð starfsskilyrði þannig að starfsemi sem á lífvænlega möguleika fá tækifæri til að vaxa og dafna. Ég ætla að fá stöðuleiki og það sé ekki ómikla sveiflur. Ég ætla að fá að taka hérna síðustu mínúturnar í Ólaf Ólafsson sem kom til ykkar í stjórnskipunar eftirlitsnefnd í vikunni. Lilja, þú situr í þessari nefnd og varst þarna á þessum fundi. Það verður svona eftir fréttaflutninginu og þegar fólk fór að skoða þau nýju gögn sem að hann sagðist myndi vilja afhenda ykkur að það var svona kannski frekar lítið í þessu. Hvernig slær þetta þig og hver eru næstu skref nefndarinnar í þessu máli? Ég meina nefndin vinnur úr þessari heimsókn og hvað kom nýtt og hvernig við okkar hlutverk að skila skýrslu til þingsins út frá niðurstöðum rannsóknarnefndarinnar. Hún var mjög afgerandi í sinni niðurstöðu og segir að þessi kaup hafi verið blekking og stjórnvöld og almenningur og fjölmiðlar hafi verið blekktir. Ég var að vonast til þess að Ólafur Ólafsson geti komið með ný gögn eða gögn sem myndi mæla gegn þessari niðurstöðu. Svo var ekki og það auðvitað líka ákveðin áfangi þegar við erum í svona vinnu, en það kom mér á óvart og mér finnst, ég vil líka svolítið horfa fram á veginn vegna þess að ég held að það sem skiptir máli núna að við erum til að mynda, það þessi Arion bankasala og við höfum verið að kalla eftir því og það mikill einhugur í efnahags- og viðskiptanefnd það. Það svona svolítið hughrifin af þeirri sölu að þetta sé gert þetta áður. Já, við viljum fá frekari skýringar á því eða hverjir eru endalegi fjárfestar þar. Nú til að mynda átti ríkissjóður forkaupsrétt á Arion banka ef verðið færi undir ákveðnu og það rosalega lítill munur þarna á verðinu hvort að ríkissjóður geti nýtt sér forkaupsréttin eða ekki. Og ég að kalla eftir því að við fáum frekari rökstuðning hvers vegna þessi ákvörðun var tekin og ég myndi vilja svolítið að við fengjum frekari gögn í því máli líka og við erum að kalla eftir því í efnahags- og viðskiptanefnd sem ég sitt líka í. Örstutt, Birgir, þú varst þarna á þessum fundi líka? Ég kom sem afleysingarmaður á þennan fund og fylgdist með honum. Ég sammála Lilju það að það voru ekki ný gögn eða upplýsingar sem komu fram á þessum fundi. Ólafur fór yfir sín sjónarmið en svo sem einhverju leyti kannski þetta áður. Þannig að mitt mat var það að þessi fundur hefði í sjálfu sér ekki breytt miklu gangin í vinnu nefndarinnar sem auðvitað hefur þríþætt hlutverk eins og menn muna. Það annars vegar stjórnskipunar eftirlitsnefnd tekur við skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis á að láta í ljós álit á henni. Í annan stað þá var gert ráð fyrir því að stjórnskipunar eftirlitsnefnd færi yfir
öll þau gögn og skýrslur sem fram hafa komið á opinberum vettvangi einkavæðingu bankana á árunum í kringum aldamótin og legði mat á það hvort að einhverjar upplýsingar vantaði inn í það og taki síðan afstöðu til þess hvort að eftir til frekari rannsókna. Og eftir því sem ég skilst að þá nefndin núna auðvitað fyrst og fremst að fara yfir þessa rannsóknarskýrslu en á auðvitað eftir að taka vinnu í sambandi við hitt vegna þess að það hefur auðvitað verið, getum sagt, krafa í langan tíma það að einkavæðing bankanna yrði rannsókuð frekar. Til þess að svoleiðis rannsókn skili einhverjum árangri þar þurfa menn hins vegar að fókusera á það hvað það sem á eftir að leiða í ljós. Og stundum í þessar umræðu finnst mér að menn hafi gleymt í að til dæmis í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis frá 2010 ítarleg umfjöllun mjög marga af þessum þáttum. Þannig að áður en menn halda áfram þá þurfa menn að fara yfir þetta, klára þessa tilteknu rannsókn og taka síðan afstöðu til þess hvaða óljósu þætti það eru sem kalla hugsanlega á frekari vinnu. Við komumst ekki lengra með þetta. Kærar þakkir fyrir komuna öll sömul. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, ferðamálaráðherra, kemur tíminn eftir örskamma stund. Sest hjá mér Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, ráðherra ferðamála. Velkomin Þórdís. Nú erum við að sigla inn í svona stærsta ferðamannatímabilið, sumarið að hefjast, eiginlega bara í þessum töluðum með öðrun úti. Sko, þú hefur sagt og sagðir þegar tilkynnt ætti að hækka þetta virðisauka skattsþrep sem ég var að ræða hérna við panelinn áðan, það sé ekki lengur sérstök rök fyrir því að stærsta atvinnugreinin sé á undanþágu varðandi virðisaukaskatt og áttir þá við ferðaþjónustuna. Og síðan þetta var tilkynnt þá hefur náttúrulega eðli málsins samkvæmt heyrst töluvert frá hagsmunaaðilum sem er ekkert endilega mjög ánægð með þetta. Ertu ennþá sama máli eftir að hafa heyrt í greininni? Já, sko, þetta var þessi áætlun breytingar á virðisaukaskattskerfinu birtast í fjármálaáætlun sem fjármálaráðherra leggur fram og fer inn í ríkisstjórn og samþykkt þar. Og þar með er það orðin áætlun ríkisstjórnarinnar sem að ríkisstjórnin þá vinnur samkvæmt. Ég held að ferðaþjónustan sjálf hafi svo sem alveg séð fyrir sér á einhverjum tímapunkti færi hún inn í hið almenna virðisaukaskattsþrep. Mönnum kann að þykja þetta of bratt og þessi tímasetning sé ekki góð út að gengi og frestun sé ekki nógu langur og ég heyri alveg hvað þau eru að segja og ég er alveg að hlusta og ég hef fundað mikið með hagsmunaaðilum úr greininni. Það breytir því ekki að það hefur stefnu stjórnvalda í langan tíma að stefna að einfalda virðisaukaskattskerfið og þarna er 36% held ég farið rétt með hluti ferðaþjónustunnar að fara upp í hið almenna þrep og við erum á sama tíma að lækka efra þrepið. Tímasetningin þetta 1. júlí 2018, ég hef heyrt að sú dagsetning er sérstaklega gagnrýnd. Ég get alveg tekið undir það ákveðnu leyti að það svona inn í miðju tímabili sé þessi breyting og svo 6 mánuðum síðar lækkið aftur. Það er örugglega ekki það heppilegasta fyrir atvinnulífið og mér skilst og hef heyrt að fjárlaganefnd hafi sérstaklega nefnt það sömuleiðis. Útfærslan á þessu eru þetta öll eftir og það kemur þá fram í frumvarpi fjármálaráðherra síðar á árinu og þá vinnum við með þá stöðu. En eins og ég segi, ég hef fundað mikið með ferðaþjónustunni og er alveg til í það samtal og svona ef að það birtast okkur einhverjir áhættu þættir hvað var þessa ákvörðun, þá tökum við á því og vinnum samkvæmt því. Sko, þessi breytinga til að meirihlutans, sko, hvernig í fjárlaganefnd, hvernig slæðir hún þig? Þeir eru að leggja til að þessi frekar skoða þessi komugjöld. Ertu búin að skoða það eitthvað sérstaklega? Hvernig liggur þetta fyrir þér? Sko, ég sagði nú þegar þessi breyting er lögð fram með virðisaukaskattskerfið að þar með væri við nú búin að taka aðra gjaldtöku eins og náttúrupass eða komugjöld svona til hliðar, sko. Það að ef það er á að breyta eitthvað útfærslu eins og virðisaukaskatts breytingu og hafa komugjöldin með þá er það eitthvað sem þarfnast á skoðunar. Það er ekki hægt að í mínum huga einhvern veginn að út í slíkt. Þá kunna menn að segja að út í hvað, það er búið að komugjöld í langan tíma. Það er allavega eitthvað sem ég þarf þá að fara yfir og við auðvitað vitum að það leggst á líka á innanlandsflug og svo hafa komið upp hugmyndir að þetta sé hlut úr ári og annað slíkt. Þannig að þetta er þá breytt af því sem að nefndin
óskar eftir því að ríkisstjórnin skoði þetta nánar og við gerum það. Ég meina, nú leggur sko fjármálaráðherra þetta fram, hann voru þið búin að ræða þetta eitthvað sérstaklega eða kemur þetta fyrir opna skjöldu eða hvernig það? Sko, þetta kemur fram sem svona bara eins og vinnulagi í ríkisstjórnin að það svona auðvitað rætt ákveðna hluti áður en að svona loka plaggið kemur fram. Það ekki þannig að þetta hafi verið hugmynd sem hafi fæðst á mínu skrifborði, en eins og ég segi, þetta í samræmi við stefnu stjórnvalda hefur verið lengi og við bara rættum þetta í ríkisstjórn og þetta kemur svona, þetta niðurstaðan, en ég meina það var ekki margir fundir þessa tilhögun sko áður en að þessi hugmynd kemur upp. Þessi hugmynd hefur líka legið svo sem örugglega einhver tíma í ráðuneytinu, fjármálaráðuneytinu, en það alveg hægt að taka undir. Ég meina bæði viðskiptaráð til dæmis segir að það sé leggja til að þetta verði 1 þrep og þar með að það verði það 18,6% og það sé allt í lagi fyrir ferðaþjónustuna. Við erum að tala 22%, þannig að það nú svona sem ekki himinn og haf þar á milli sko. Þannig að þetta bara staða sem við vinnum með og ég held að við getum öll klárað okkur frá því sko. Tala að það hefði ekki verið hugmynd á þínu borði, sko hvernig lítur þitt borð út? Hvernig sérðu, sko það svo allir svo óþreyjufullir varðandi það að verða að gera eitthvað í þessum geira og bara hafa áhyggjur af innviðunum og umhverfinu og fleiru. Sko svona ef ég spyrði bara náttúrulega í stóru myndina, það var náttúrupassin var svona lausnin síðast en það gekk ekki upp. Hvernig vilt þú sjá þessi mál fara á kjörtímabilinu? Ég gæti örugglega að setja hér bara í margar klukkustundir og ræða. Það gengur ekki, nei. Þetta auðvitað sá málaflokkur sem ég segi það bara hreint út sem tekur minn mesta tíma í ráðuneytinu. En mér finnst ótrúlega spennandi og forréttindi að fá að vinna með þessa stöðu, auðvitað í samræði við marga aðila. Það þannig að við erum auðvitað að sjá fordæmalausan vöxt í þessu og ferðaþjónustan held ég að sé nú sammála því, allavega forysta hennar, að þessi vöxtur getur ekki verið sjálfbær til lengri tíma. Þannig að það liggur fyrir. Við erum í ár að sjá 2,3 milljónir ferðamanna og þarna finnst mér mikilvægt og ég reyna að nefna það sem oftast að það þarf að vera ákveðið jafnvægi í þessari umræðu. Annars vegar það þannig að langflestir ferðamenn eru ótrúlega ánægðir með heimsóknina, TripAdvisor sýnir það, kannanir sýna það og við eigum að vera mjög ánægð með það og ferðaþjónustan á þetta stærstan þátt þar. Hvernig hún bregst við eftirspurn, hvernig hún þjónustar og kemur fram með ferðamannin algjörlega til fyrirmyndar hjá langflestum og það mikilvægt að halda því til haga. Hins vegar mega Íslendingar líka bara almenningur taka það til sín vegna þess að við öll tökum á móti þessum ferðamönnum og þegar að þess vegna þurfum við líka að hlusta eftir þessum svona samfélagslegu þolmörkum vegna þess að ef að almenningur fer að hafa minni þolinmæði gagnvart þessum fjöldaferðamanna eða hvernig honum stýrt og annað að þá missum við, held ég, þann eiginleika geta blómstra sem atvinnugrein. Það hefur líka mjög margt verið gert. Þannig á sama tíma segir, það augljóst og það mjög margt eftir. Það eftir að taka ýmsar stórar ákvarðanir og þær verða ekki allar vinsælar. Og ég ekkert hrædd við það að mín áform eða okkar áform muni ekki öll ná fram að ganga. Ég bara geri mig grein fyrir því, alveg sem með náttúrupassan. Sko ef einhverju halda að það hefði einhvern veginn allt í einu einn ráð þegar ferðamáli komið fram með náttúrupassa, hann hefði flogið gegn verið samþykktur og þar með væri búið að ljúka gjaldtöku umræðu og stýringu. Þetta ekki svona sko. Þetta mun taka langan tíma að vinna þetta. Og ég daginn hitti til dæmis flottan mann frá Costa Rica. Costa Rica hefur auðvitað verið með sömu stefnu í ferðamálinu í ykkur 25 ár og eru komnir langt undan okkur með alla svona greiningar og þolmarkaransóknir og annað sem okkur vantar og við erum að vinna í. Og ég meina þeir áttu líka sína spretti sko, ætluðu að fara í einhvers konar stýringu og það var heilt samfélag sem einhvern veginn lokaði á það og mótmæli og annað. Þannig að ég veit alveg að það verða hindranir í veginum en það breytir því ekki að það verður að taka ákvarðanir og þú verður bara að vera óhræddur við að sína þína sín. Og ég held að til dæmis við erum núna bæði að vinna því, Deloitte að vinna það fyrir stjórnstöð ferðamála að fá svona þessar heildarskatttekjur ríkis- og sveitarfélagagreininni og svo nettóskatttekjur ríkis- og sveitarfélagagreininni. Þetta mikilvæg forsenda til þess að taka áfram ákvarðanir. Við erum núna að hefja líka vinnu sem að þingflokkur Vinstri grænna kemur síðan inn í með skýrslubeiðnum þolmarkaransóknir á svona náttúrusvæðum. Reyna að finna það út hvert svona jafnvægis ástand hér á landi fyrir ferðaþjónustuna. Í dag erum við með tæplega 7 ferðamenn á hvern Íslending. Í Grikklandi þetta eitthvað þetta milli svona 1 og 3 á mörgum fjölsóttustu svona ferðamanna löndum. Það eitthvað sem þetta einn forsenda. Ætlum við að fara upp í 20 ferðamenn á hvern Íslending? Er það ferðaþjónusta sem við viljum sjá eða mun samfélagi þola það?
þetta þarf að hugsa í samræmi við vinnumarkaðinn, húsnæðismarkaðinn, innviða uppbyggingu og annað. Og þetta síðan eitthvað sem þá lifandi og það ákveðin flöskuhálsar, þú veist, með ákveðin náttúrusvæði sem að þola ekki kannski mikið fleiri ferðamenn á ákveðnum tíma. En þá aftur komum við inn í það, hversu mikið getum við til dæmis byggt upp innviða á þessum svæðum og stýrt. Það vantar aðgangsstýringu á ákveðin svæði. Þegar hún komin, að þá þolir þessi svæði mögulega fleiri ferðamenn. Eru einhverjar lausnir þar aðrar heldur en gjaldtaka inn á ákveðin svæði? Gjaldtaka ein leið til aðgangsstýringar. Það getur líka verið, við höfum verið að fjalla það hvort að það þurfa að vera einhvers konar svona sérleyfi eða þjónustuleyfi. Ég meina, náttúra á Íslandi takmörkuð auðlind rétt eins og fiskurinn. Og ég held að við munum ekki geta haft þetta með engri aðgangsstýringu og algjörlega frjálst inn og út á hvaða svæði sem Og eins og ég segi, gjaldtaka ein leið til aðgangsstýringan. En það alveg aðra leiðir líka. Og ég held að við þurfum líka að vera svolítið óhrædd við að líta til þess hvað önnur lönd, við ekki svo fyrstu sem upplifum það að fá allt í mikla fjölgun ferðamanna. Þannig að það hluti af því sem og ég til dæmis mun fara í ferð í haust, þar sem ég mun kynna mér þetta mér nákvæmlega mjög spennt fyrir því. Hvernig hafa önnur lönd tekist á við svona stöðu, sérstaklega lönd sem gera mikið út á náttúrusvæði og yfirfæra þetta, við þurfum ekki alltaf að finna upp hjólið, sko. Þannig að ég mjög spennt fyrir þessum verkefnum, mér finnst forréttindi að fá að starfa við þetta og ég bara komið skýrt fram að ferðaþjónustan hefur staðið sig með eindæmum vel í að bregðast við. Hvort sem það eru stórir aðilar eða litlir smærri frumkvöðlar út allan. Sko, þú ert að lýsa því í rauninni að það sé bara í rauninni allt opið, það sé verið að vinna alla þessa greiningavinnu sem að þarf að gera áður en hægt að taka svona afdrifaramiklar ákvarðanir fyrir svona stóra atvinnugrein. Sko, maður hlýtur að spyrja sig, þessi fjölgunni á ferðamönnum hefur legið fyrir mjög lengi og núna erum við eins og nefndir aðeins, við erum að fara að taka á móti 2,3 milljónum í ár. Af hverju þessari vinnu, af hverju var hann ekki lokið fyrir löngu síðan? Hvað annað en náttúrupassin, ég meina það lá fyrir til dæmis snemma á síðasta kjörtímabili eða mitt síðasta kjörtímabili að það myndi ekki ganga upp. Hvað var verið að gera í ráðuneytinu á þessum tíma? Sko, það var auðvitað komið að fót til dæmis stjórnstöð ferðamála sem að margir hafa sína á skoðanir á. Ég hins vegar bind vonir við það vegna þess að þar ertu með ráðherra samgöngumála, fjármálaráðherra, umhverfisráðherra og ferðamálaráðherra. Svo ertu með greinina sjálfa og sveitarfélögin. Þannig að þetta vettvangur sem að mér finnst mjög mikilvægur, sérstaklega þegar að það framundan mikil stefnumörkun og vegna þess að það kannski það sem hefur líka kannski verið hluti af svona áskorunu eða bara vandamáli, að ráðherra ferðamála ber ábyrgð á því. Hins vegar ertu með samgöngumálin annars staðar. Þú ert með skatta og gjöld á enn öðrum stað og svo ertu með umhverfismálin öll sem mjög samofið ferðaþjónustunni á enn öðrum stað. Þannig að það hefur verið svolítið erfitt að segja, ráðherra ferðamála ber ábyrgð á hinu og þessu, en tólin eru flest í öðrum ráðuneytum. Þannig að það hefur verið áskorun og þess vegna stjórnstöð ferðamála mikilvæg. Það hefur líka verið settir verulega auknu fjármuni til dæmis í framkvæmdasjóð ferðamannastað og var gert á síðasta kjörtímabili. Og þegar maður heyrir mjög reglulega að það hefur ekkert verið gert og það vanti alla innviðabyggingu, það einfaldlega ekki rétt. En það er mikið af þeim fjármunum sem fara þangað komast í rauninni ekki alla leið. Nei, það hefur, já. Ég meina þetta, ég ekki að segja að allt sem gert hafi verið gert alveg rétt í réttri röð og annað. Og fyrir utan það ég hef svo sem heldur ekki forsendur til að dæma það öllu leyti. Hins vegar eru þetta líka að ákveðnu leyti vaxtarverkir og vaxtarverkir hjá stjórnvöldum, greininni og allstaðar bara sveitarfélögunum annars staðar bara mjög eðlilegt með það ástand sem við erum í. Ég núna mun leggja mikla áherslu á og mér skilst að þingið sé að vinna ötullega því að klára frumvarp með framkvæmdasjóð ferðamannastaða sem að breytir akkurat þessu. Af því það hefur ekki verið nægileg skilvirkni í þessu. Þú ert með umhverfisstofnun sem ríkisstofnun á fjárlögum, sem að sækja í sjóð sem annars staðar á fjárlögum og svo einhvern veginn kemur í ljós seint síður hvort þau fá útdeilt. Við erum í þessu frumvarpi að taka þá þessar framkvæmdir á svæðum í eigu ríkisins bara út fyrir framkvæmdasjóð ferðamannastaða og það inni í landsáætlun sem í umhverfisráðuneytinu og við erum að setja fjármuni í þá áætlun í fyrsta sinn. Og framkvæmdasjóð ferðamannastaða þá fyrir einstaklinga og sveitarfélög og ekki lengur bundið til dæmis við einhverjar öryggisástæðanir fyrir einstaklinga. Heldur þarna ertu komið svona eitt allavega verkfæri, þá ráðherra ferðamála komin með til þess að reyna til dæmis að koma seglum á út landið til þess síðan að koma ferðamönnum og dreifa þeim betur land. Þórdís Kolbrún, takk hérlega fyrir komuna. Silja Bára Ómarsdóttir sest hérna hjá mér eftir örskamastund.
sest hjá mér Silja Bára Ómarsdóttir, aðjúnkt við stjórnmálafræði við Háskóla Íslands og sérfræðingur í bandarískum stjórnmálum. Velkomin. Takk. Silja, sko það gengur svo mikið á þarna vestra að það eiginlega erfitt að ákveða að byrja og ég sá einhver spjall þetta stjórnandinn í Ameríku talaði breaking news fatigue eða bara svona stór fréttaþreytu. Já. Það er allavega hægt að lega sér fullir það ekki lognmólla í kringum nýjan forseta. Við byrjum bara síðustu tveimur vikum og síðustu daga. Trump hitti utanríkisráðherra Rússlands, þar deildi hann trúnaðarupplýsingum. Það er búið að ákveða að skipa fyrrverandi forstjóra FBI til að stjórna rannsókn á mögulegum afskiptum Rússa af kosningabaráttunni. Segðu mér bara, hvað sérðu fyrir þér að gerist næst í þessu? Í þessu tiltekna máli þá það er töluvert stórt skref að skipa þennan saksóknara, rannsakanda yfir þessu máli vegna þess að það sem virðist hafa verið dropinn sem fyllti mælinn þegar að Trump ákveður að reka Comey sem var síðasti forstjóri FBI að það var einmitt að hann var að fara fram á auknar fjárveitingar til þess að halda áfram þessari rannsókn á afskiptum Rússa af kosningunum. Og það sem hefur verið að koma fram núna síðustu daga sem hefur alltaf bætist alltaf aðeins við þessa umræðu er að sýnir hvað Trump hafi ofboðslega lítið þol fyrir því að bara hans stjórn og kjör sæti einhverju gagnrýni. Þannig að það og sérstaklega síðan að það sé þessi maður að maður býst alveg við því að það verði það verður stuðningur beggja flokka við rannsókn þessa einstaklings. Þetta er eini maðurinn sem hefur verið skipaður af forsetum úr bæði demokrata og republikanaflokknum sem forstjóri FBI. Hann er eini maðurinn fyrir utan J. Edgar Hoover sem hefur setið lengur en 10 ár í því embætti. Þannig að þetta er svona, þessi Mueller, hann nýtur alveg gríðarlegar virðingar í Washington DC og þannig að það er kannski heilhliðin á þessu. Ef hann finnur ekkert, þá verður heldur ekki hægt að gagnrýna það. Þannig að Trump gæti alveg, ef hann reyndi svona einhvern tímann að fara sína svona betri hliðin á sér, þá gæti hann sagt, þetta er frábært, þetta mun sýna það að ég hef ekki haft neinn óeðlileg afskipti af þessu máli. En bara svo við setjum þetta í eitthvað samhengi, hversu oft gerist þetta að svona sérstakir saksóknarar séu skipaðir og séu að skoða í rauninni sitjandi forseta í embætti? Er þetta algengt? Já, þetta er ekki algengt. Þetta var svona eiginlega frá bara dögum Nixons og þá hefur verið svona ákveðið skotleyfi á forsetana að ef það er talið vera eitthvað á gráu svæði þá notar þingið gjarnan þessa leið. Ken Starr var þetta mjög þekktur á 10. áratugnum sem að rannsakaði Clinton að manni fannst endalaust á þeim tíma. Það hafa verið kannski í svona minni málum, það hafa eins og orðið breytingar á þessu batteríi þannig að umboðið sem Ken Starr hafði sínum tíma það er kannski ekki alveg mikið og þetta er auðvitað rannsóknum er sett innan FBI líka. Þannig að þessi einstaklingur mun hafa, ef ég skilda rétt allavega leyfi til þess að hefja í raun og veru málsókn sem að rannsóknir á vegum þingsins hafa ekki. Svona, þannig að það er algengt að þingið skipi einhvers konar rannsóknarnefndir, kannski síður algengt en alls ekki óheyrt að þetta gerist sé sett upp hjá FBI. Og hvaða afleiðingar getur það haft ef að hann kemst að þeirri niðurstöðu að þarna hafi verið eitthvað bogið við þetta? Já, þá þarf að rannsaka og ákæra viðkomandi aðila. Það sem ég var að lesa eitthvað í gær að það væri möguleiki að Trump myndir nota ákveðnar reglur vegna þess að Mueller hefur verið í sjálfstæðum atvinnurekstri núna í einhvern tíma og hann er lögfræðingur og starfa á lögmannsstofu og þar hafa bæði Tillerson og Kushner verið í viðskiptum. Þannig að hann geti sagt að Mueller megi ekki rannsaka þessa 2 einstaklinga. Það skilur hins vegar Flynn, þennan fyrrverandi öryggisráðgjafa Trumps eftir óvarinn. Sem var í samskiptum. Sem er sá sem er vitað að var í beinum samskiptum við Rússa. Þannig að mögulega er svona verið að henda honum, fórna honum til þess að verja hagsmuni einhverja annara en það getur
hann þarf ekki að gera þetta, að nota þessa reglugerð til þess að banna honum að rannsaka Tillerson og Kushner, en hann gæti gert það. Og þá auðvitað svona þrengist kannski þrengist rannsóknin strax aðeins og það verði þá bara Flynn sem að verði í raun og veru ákærður. Síðan ef að út frá því leiðir að Trump sjálfur hafi haft einhver afskipti, þá mögulega myndu þingmenn og ríkisstjórnin fara að íhuga sinn gang. Það er sem sagt 25. viðbótarákvæði stjórnarskrárinnar sem segir að varaforsetinn og helmingur ríkisstjórnarinnar getur krafist afsagnar forsetans og þá þarf það að fara inn í þingið og aftur til ríkisstjórnarinnar og síðan er hægt að fara með brot sem þingið getur ákveðið að gera að ákæra forsetan fyrir brot á embættisskyldum og þá er það neðri fulltrúadeildin sem að í raun og veru rannsakar málið og sendir síðan til öldungadeildarinnar þar sem ákveður hvort brot sé að ræða. Og Clinton til dæmis fulltrúadeildin taldi ástæðu til þess að ákæra hann en það var ekki samþykkt í öldungadeildinni. Og það hefur aldrei orðið farið í gegnum bæði ekki í nútímanum sko. Nei. Þú talar að hvort að Trump hafi í rauninni gert það sjálfur haft afskipti af Rússunum. Er það nóg fyrir hann, er það nóg að hann hafi mögulega vitað af þessu og samþykkt þetta? Þarf hann að hafa verið sjálfur í samskipti við Rússa þetta í kosningunum í rauninni? Í kosningunum það held ég að það verði miklu meira matsatriði hvort hann hafi reynt að fá Rússa til þess að gera eitthvað, hafi vitað af þessu. Það er alltaf eitthvað sem í raun og veru kemur miklu frekar á matsatriði, verður matsatriði fyrir ríkisstjórnina og þingið, hvort að þau geti treyst honum eftir þetta. Það er ekki meira að segja þetta sem hann velur að deila trúnaðarupplýsingum með utanríkisráðherra Rússa. Það er ekki föðurlandssvik vegna þess að það er ekki stríðsástand á milli þessara ríkja. Hann má sem forseti aflétta leynd en sem einstaklingur í framboði þá í raun og veru þá kannski er hann að beita óheiðarlegum aðferðum en það er ekki endilega lögbrot sem slíkt. Það eru þessi samskipti kannski frá því að hann er kjörinn þangað til hann tekur við embætti sem eru á hvað svona vafasömustu svæði. Ef að hann færi illa út úr þessu öllu saman og yrði settur af, þá er varaforseti Bandaríkjanna, Mike Pence, er ekki frekar líklegt að hann sé líka undir að einhverju leyti í þessari rannsókn eða er hann alveg... Já, það sem allavega hefur komið fram núna er að þeir vissu, teymið á bakvið Trump vissi að Flynn hefði átt í þessum samskiptum við Rússana löngu áður en Flynn er skipaður sem öryggismálaráðgjafi og sá sem var yfir því teymi var Pence. Þannig að hann augljóslega hefur, ef hann vissi það ekki þá er hann óhæfur, þannig að hann hlýtur að hafa vitað þetta. Þannig að þetta snertir hann líka einhverju leyti. En hann hefur svona kannski náða að vera aðeins meira í bakgrunnum hingað til, en þetta er eitthvað sem að bara stjórnunarteymið í kringum Trump hefur haft upplýsingar og í raun og veru ætti að skoða þá alla líka. Hann þetta er náttúrulega svona mjög óvinnulegt og bara minnir svolítið eins og hún nefndir Nixon áðan. Trump er náttúrulega mjög óvinnulegur forseti og það var eitthvað sem hann nefndi það þegar Angela Merkel fór að hitta hann að þarna væri leader of the free world eða svona leiðtogi frjálsa heims að hitta Donald Trump og það er að vera öfugt. Hann hefur breytt svolítið heimsmyndinni og þú segir Pence er mögulega, ef hann vissi þetta ekki þá er hann óhæfur. Ég meina það leiðar í Spiegel núna í þessari viku sem að tala bara beint það að Trump sé algjörlega óhæfur, hann sé bara vitlaus og illa lesinn og hættulegur. Sérðu fyrir þér að það verði að þetta muni mögulega ef til vill koma honum frá eða heldur hann standið af sér og... Það sem hefur verið að gerast í bandarískum stjórnmálum bara í 30-40 ára ferli er þessi aukni klofningur á milli flokkana. Það sem að það er engin stuðningur við
bara demókratar styðja ekkert sem repúblikanar segja og repúblikanar ekkert sem demókratar segja að gera. Þannig að repúblikanar munu halda áfram að verja Trump og styðja hans tillögur meðan þeir sjá sér hag í því. Ef Trump fyrir að missa stuðning, hann auðvitað komið töluvert lágt í vinsældakönnunum, en hann ekkert endilega að missa sko stuðning þeirra sem kusan. Ef það fer að hverfa, það eru þingkosningar aftur í nóvember eftir 1,5 ár og ef repúblikanir sjá að þeir eru að fara að missa stjórn á þinginu út af Trump, þá mögulega fara þeir að draga í land og það eru ástæður til þess, það eru forsendur til þess að fara með rannsókn á hvort hann hafi framið embættisklöp, mögulega mun jafnvel ríkisstjórnin sjá sér hag í því að koma hann frá. Þangað til að þeir sjá sér vegna þess að það er ekkert samstarf orðið á milli flokkana, þá sjá repúblikanar sér ekki hag í því að koma hann frá. Silja Bára, takk kærlega fyrir komuna. Takk. Við verðum hérna aftur á vikuleiðinni. Takk fyrir í dag.